Já, nú ætla ég sannarlega að vera með nokkur orð til ykkar. Ég man alltaf þegar ég las fyrst hérna í Sálmónum kafla 46 og vers 11, það sem segir: Verið kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Mér fannst þetta eitthvað svo svona stoppaði. Og fyrst var ég svona að átta mig á því, hvað á Guð við? Hvað á hann við? Jú, ég held nefnilega að eitt af því sem er erfiðast í rauninni fyrir kristna einstaklinga, það er raun að bíða eftir svari frá Guði. En það er nefnilega að bið getur hljómað sem einföld aðgerð, en að sýna biðlund er agi. Sem kristinn hermaður lærir einungis eftir áralanga æfingu. Herganga og skotæfingar eru mun auðveldari fyrir bardagamenn Guðs en kyrr staða. Það koma tímar, óákveðni og ringulreiðar, þegar jafnvel hinn fúsasta manneskja, einhver sem af ástríðu óskar að þjóna drottni, veit ekki hvaða leið skal velja. Hvað skyldi maður gera? Finnir maður sig í þeim sporum? Ætti maður að leyfa sér að vera þjakaður af örvæntingu? Ætti maður að snúa við bakinu í heigulshætti eða ótta? Eða ætti maður að rjúka áfram í óðagoti og rökleysi? Nei, maður ætti nefnilega einfaldlega að bíða. Bíddu í bæn. Kallaðu á drottinn og berðu mál þitt fyrir hann. Segðu honum á raunum þínum og myndu hann að lofað hans að hjálpa. Bíddu í trú. Tjáðu þitt staðfasta traust á honum og trú að þó hann láti þig bíða til miðnættis, mun hann koma á réttum tíma og uppfylla loforðið. Bíddu í þögulli þolinmæði. Aldrei kvarta yfir hvað þú telur orsök þinna vandamála vera, eins og börn Ísraels gerðu við Móses. Sættu þig við stöðuna nákvæmlega eins og hún er og svo leggur þú á hana ásamt hjarta þínu í hendur skaparans. Og meðan þú tekur burtu allan sjálfs vilja, sem að getur verið afskaplega erfitt fyrir okkur, segðu þá við hann: Guð, verði þinn vilji, ekki minn. Ég veit ekki hvað skal gera, en ég er í brýnni nauð. En ég mun bíða þar til þú opnar sundur flóðið fyrir frama mig eða færð óvini mína til að hörfa. Ég mun bíða jafnvel, þó þú láti mig bíða í marga daga. Margar vikur, mánuði eða ár, því hjarta mitt er einsett þér og aðeins þér drottinn. Og Davíð, okkar ástkæra sálmaskáld, sagði eftirfarandi orð og við finnum þau í Sálmi 62 og vers 69. Bíð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Hann einnig klettur minn á hjálpræði, háborg mín, ég verði eigi fastur á fótum. Hjá Guði er hjálpræði mitt og vegseimt. Minn örugga klett og hæli mitt hef ég í Guði. Treyst honum allur þjóðsöfnurinn, úthellu hjörtu miða fyrir honum. Guð er vort hæli. Og eins og ég las áðan, verið kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Hátt upp hafin meðal þjóðana, hátt upp hafin á jörðu. Þegar við erum að biðja til drottins, þá erum við að biðja eftir svari frá okkar skapara, frá skapara alheims, himins og jarðar. Og það er svo merkilegt að hann skuli heyra
í hverjum og einum. Okkar bænir. Hann svo nálægur okkur, þó hann sé svo stór, svo mikill, en þá hann samt svo nálægur okkur. Og hann biður okkur stundum bara, bíðiði, verið kyrr, verið þolinmóð og bíðiði eftir mínu svari. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag. Og